Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Við ætlum að ræða elítur og valdastéttir og kannski kvennhattur. Þetta svona umræða sem var í kosningabaráttunni og tilefni til þess að halda hérna áfram. Og til þess að ræða út frá þessu hingað komin góður hópar fólki. Hérna Nanna Hlín Halldórsdóttir sem heimspekingur, Björn B. Björnsson sem kvikmyndagerðarmaður, Ásgeir Brynjar Torfason sem ritstjóri Vísbendingar og Magnea Marinósdóttir sem alþjóðastjórnmálafræðingur. Allt velkomin. Takk. Hérna, það eitthvað við þessa umræðu þarna elíturnar og svolítið líka kvennhatur í samfélaginu, inngróið kvennhatur í samfélaginu, sem svona eitthvað sem við sem samfélagi að halda áfram þótt að kosningarnar séu búnar. Með því saman á þínana, þetta var áhugaverð umræða. Algjörlega, þetta var rosalega áhugaverð umræða. Og margt við það, hún svolítið svona hrá og óljós hvernig hugtökin eru og hljómaði svolítið eins og væri komið tími til þess að samfélagi fara að ræða Já, það ekki? Jú, akkurat. Mér fannst kannski mér fannst þetta einmitt bara tækifæri til þess einhvern veginn að eiga gagnrýna umræðu sem kom þarna upp, Og í raun og veru, mér finnst það, ég meina náttúrulega heimspekingurinn í mér vill alltaf fara að skilgreina hugtök og skoða söguna, en mér finnst það ekkert eitthvað endilega, það mikilvægasta. Ég held að sé kannski bara það var eitthvað þarna við smæðina á Íslandi, vinasambönd og starfsframa og samkeppni, og hvernig þetta blandast saman og hvernig við einhvern veginn kannski erum alltaf svolítið að akseptera það. Eða við erum einhvern veginn búin að gangast við því einhvern veginn að það séu klíkur og séu hlutirnir gerastir á eyrinu og allt það. En svo kannski var þetta svolítið eins og, kannski bomban var náttúrulega greinin hennar Auðar svolítið og bomban var svolítið bara heyrðu, það eitthvað hérna, í loftinu. Þetta ekki normal. Já, og þessi samtvinning persónulegra hagsmuna og almenna viðhorfa. Akkurat. Það maður þarf eiginlega að vita, hver fékk laun hjá hverjum og hver tengist hverjum til þess að skilja hvað fólk var að segja. Einmitt, já, akkurat. Og það var einhvern veginn mér fannst þessi vilji til þess einhvern veginn að reyna ávarpa það sem að í loftinu, það erfitt að tala Mér fannst hann alveg ótrúlega áhugaverður og eitthvað sem mér fannst gaman að taka þátt í, líka vegna þess að ég fann strax, ég postaði þess á Facebook og ég fann bara í þorði varla að posta þess á Facebook og þá var ég einhvern veginn bara, af hverju þorði ég ekki að posta þess á Facebook? Hvað þessi kennd í mér sem bara ég þori einhvern veginn ekki alveg að gagnrýna, Katrín Jak sem í raun og veru var þetta einhvern veginn það að... Þessi gerði það fengur líka svolítið úlfahjörðu eftir sér. Já, einmitt, akkurat. Eins og Auður Jóns, hún fekk úlfahjörðu eftir sér. Akkurat, og það var rosa einhvern veginn, það sem að mér fannst líka svolítið kannski skrítið var, hvenær eitthvað gagnrýni, hvenær eitthvað árás og það var alveg greinilegt að það fór svolítið eftir í hvaða liði fólk var og ég var að reyna að taka skref aftur og bak út af því að ég var ekkert eitthvað ótrúlega heit fyrir því hver yrði forseti. Mest var ég bara svolítið að pæla, hvað í gangi í umræðinni og þá einhvern veginn var það svolítið að maður væri ekki að gagnrýna, heldur væri maður í einhverjum árásum eða að stuðningsfólki fengi eitthvað sig og já, það fannst mér svolítið skrýtið. Það var þessi tilfinning líka, fannst mér að það væri tvöfaldur standard, þar að segja að það ekki gilt ekki sömu reglur alla. Sumir meiga en aðrir meiga ekki. Og það var nú til dæmis þessi umræða, talandi forsetakosningarnar, í tengslum við þetta að sumir væri að kjósa taktískt, af því ég hafði nú skrifað einhverja greinar það. Og þá var það orðið voðalega ljótt að menn væri að kjósa taktískt og fylgismenn Katrínar voru ægilega reiðir yfir því að fólk ætlaði ekki að nota kosningaréttin sín á heiðarlegan hátt heldur fara að kjósa taktískt. En á sama tíma var verið að dreifa myndbandi. Það var óheiðarlegt að kjósa taktískt. Já, og á sama hátt var verið að dreifa myndbandi með Ragnari Kjartansinni þar sem að fyrir síðustu kosningar þar sem að hann segir við kjósendur við verðum að kjósa Katrínu til að koma í veg fyrir að Bjarni Ben veri forsætisráðherra. Þá var það allt í lagi og allir hafa auðvitað í stjórnmálabaráttu í gegnum tíðina, það snýst alltaf kjóstu flokkinn minn, annars taka þau völdin og það að segja kjósiði taktískt. Núna var þetta orðið eitthvað ljótt orð allt í einu
Og það nú vísu mjög góð grein á Vísi þetta mál sem að Magnús Davíð Norðdahl skrifar, þar sem hann jarðaði nú svolítið þessa umræðu. Það er að segja við eigum öll bara eitt atkvæði, við erum tilfinningaverur, við hugsum líka lógískt og það er enginn sem að kaus, held ég til dæmis, talandi kosningarnar, að Höllu Tómasdóttur sem ekki gat hugsað sér að kjósa hana, þeir kausu bara einhvern annan. Ég held að sveiflan á kjörstag hafi verið þannig að það er 10% kjósanda sem að mættu á kjörstað og lítur svo á að kosningin væri þær tvær, þá 10% kjósanda sem höfðu hugsað sér að kjósa annan og lítur svo á að kosningarna væri fyrst og fremst að hvort þú vilt Katrínu eða Höllu og kusu Höllu. Vegna þess að Katrín var eiginlega komst ekki lengra í fylgi. Nei, Katrín var auðvitað komin undir þak, það er alveg rétt, en svo var þetta athyglisverða, þessi síðasta könnun sem var tekin sem sagt daginn fyrir kjördag og þeir birtu ekki, en Ólafur sagði frá í kosningasjónvarpinu kvöldið, þar var hún komin fram úr og það er sem sagt tekið daginn fyrir kjördag. En það mátti ekki segja frá því. En eitt í þessu sem var áhugavert fyrir utan svona umfjöllunefnið og hugtökin og fleira, ég meina hvort að elíta eigi að vera skilgreint hugtak, ég meina hatur er svo sem ekkert sérlega skilgreint hugtak og ekki hugrekki eða ekki að kjósa taktíst eða neitt, ég meina við getum alveg haldið upp umræðu með óljósum hugtökum. En það var þetta með hvað sömuleyti var þetta svona svolítið sársaukafullt að manni fannst eins og þessi pínulitla intelligensía sem við höfum hérna í smáþorpinu væri að rífa sig á hól af átökum. Já, það er eiginlega, fyrsta lagi, tilfinningar eru staðrendir. Bara gleyma því aldrei. Og þessi gamla Eyjabakka umræða og Kárahnjúka umræða að tilfinningarök væri eitthvað verri rök en önnur rök, þú veist, það er búið að afstæða þannig að það fyrir áratugum í útlöndum, en Íslendingar detta stundum inn í svona gömul handritað rifrildi og endurspila sem er alveg svakalegt. Hitt sem er magnað við þetta afhjúpar í raun og veru tvennt, þetta er á 2 stigum. Annars vegar framboð Katrínar, þegar hún ákveður að fara fram, að þá afhjúpast svolítið það sem var kraumandi undir og var kannski bara við umræðu hér við þetta borð en ekki í eigum að kalla RÚV elítufjölmiðlinn sem sagt og birtist í því að Katrín meira segja var eini frambjóðandi sem vildi ekki koma hingað sem er nú alveg sérstætt rannsóknarefni en líka hvernig RÚV vísar aldrei í samstöðuna og valla í heimildina en alltaf að vísa í mokkan ef við eigum að kalla hann sem hinn elítufjölmiðlinn. Mokkin er umverið svo lítið lesin ef maður sleppir MBL, þetta blaði mokkin, það sem eins og leiðararnir og það dótur í, það fer ekki inn á MBL. Það er eiginlega áleika lesið og heimildin í dag og til dæmis miklu minna lesið heldur en þegar ég var á pressunni í gamla daga, þú maður það, að þá voru við bara einhver jaðarmiðill, þannig að mokkin er alveg fáránlegur jaðarmiðill í þessu samfélagi. Já, en stýrir samt... kemur líka ljósið þessu kosningum, hann hefur engin áhrif. Nei, en stýrir samt stundum því sem er eins og við ræddum hérna fyrir kosningarnar að þegar ég var hérna með Halldór Geirharðs, þú veist, það er einhvern veginn, það sem er að koma út úr geymslunni hjá hádegismóunum er einhvern veginn að stýra umræðunni hvað sé verið að spurja frambjóðandur en ég ætlaði ekki út í þann þátt heldur annars vegar að halda það að við það að fara fram og segja af sér sem er aðeins betra en Ólafur Ragnar gerði að vera ekki á launum sem þingmaður í kosningabaráttunni og þá sé maður bara laus við allt sem að gerðist á. Þú veist, sænski kóngurinn hélt alveg episkan blaðamannafund þegar hann fór í svona veiðar með vinnum sínum og hafi verið að koma fram eitthvað hann að einhver bók komin út hans bakgrunn að þá bara var aðalskilabóðan hans á blaðamannafund, já nú vendar við blað, þú veist, nú er bara þetta er búið og það er komið ný auð síða og verið ekki að garfa í þessu að því að náttúrulega kosningar eiga alltaf að snúast einhvers konar uppgjör og standa reikningsskil gjörða sinna þó að það sé kosning í eitthvað annað heldur en maður var í. Ég meina, maður getur ekki klætt sig úr þeim jakka og það var fyrra stíð sem afhjúpaði. Þarna fékk forsætisráðherrann fyrrverandi endurgjöf á störf sín síðustliðin 7 ár af vissuleyti og síðan er heitt lagið í þessu
sem þetta afhjúpar þegar kosningabaráttunni byrju og sérstaklega, ég held að það sé algjör vendipunktur, Grein Auðar, þó að meginstrumsmiðlanir eða elítumiðlanir vildu ekki almennilega vísa í pistil Auðar og heimildan, heldur voru alltaf að tala um þetta aðeins víðara, mér finnst það þarf að greina þetta er svona tilfinningi mín, en sá pistil og hann er mjög vel unnin, hann er, og Hann er sérstaklega varfærnislega unnin. Hún er eiginlega, hún tyggur þetta og stappar þetta mjög vel fyrir elítuna til þess að hún geti átt að segja þessu. En viðbröð, það er hitt lagið í þessari afhjúpun sem þetta að það eru viðbröðin úr hvað sem að maður vil kalla það herbúðum eða kosningaskrifstofu eða elítunni í kringum eða bara vínum, þú veist, en þar afhjúpaðist náttúrulega og var mjög vel gert í lestarþættinu sem að þú varst og Berglundur Rós var með pistil eiginlega sem viðbröð við Grein Auðar og þá er þetta farið að vera rosalega persónulegt en viðbröðin sem komu síðan með Grein Jóns Ólafs og eiginlega öll umræðan fór yfir í þetta og eiginlega polariseraðist eða skautaðist ennþá meira. Mér fannst þetta að vera orðið eins og Bush, annarkvort ertu með okkur eða ertu á mót okkur, eða ertu á mót okkur þá ertu hryðverkamaður, bara það mátt ekki ræða gagnrýnið að því og þá fór ég að velta fyrir mér var þetta kannski bara til að reyna að skilja þetta, ég veit ekki, þetta er tilgáð, var þetta bara einhvern veginn leið Katrínar út úr ómögulegri stöðu í þessu stjórnarsamstarfi, af því að ég held að þeir sem að fylgdust með svona stjórnmálumræðinu hafi séð að þetta gat ekki verið þægilegt fyrir hana út frá öllum bakgrunninum og þá er þetta kannski bara eina leiðin út og þá vilja vinirnir náttúrulega að útleiðin leiði til einhverjar góðrar niðurstöðu en svo bara komst þjóðin að þeirri niðurstöðu að það væri ekki Þetta kom út í svona sálfræði að Katrín hafi ekki fundið neina leið út úr stjórnmálunum nema að verða forseti og hún hlýtur að jafna sér svolítið á því að lífið er stórt og mikið og margbreytilegt og henni mun örugglega farnast vel. Ég er bara að reyna að skilja viðbrögðin, af hverju viðbrögðin frá þessum aðrum urðu svona rosalega heiftarleg við þessum pistli Auðar sem að var bara orða það sem rosalega margir hugsuðu og fannst en það mátti ekki tala Þess vegna eru viðbrögðin yfirleitt ef að eitthvað skrifar eitthvað svona og orðar það sem að margir eru að hugsa þá eru viðbrögðin sterk ef þetta er eitthvað della þá eru viðbrögðin yfirleitt engin en ástæðan fyrir að það er svona mikil viðbrögð er að það er eitthvað sannleikur í þessu sem að verður að kveða niður í hvelli. Nákvæmlega. Já, en það er okkur máli. Ég ætla nú bara að byrja því að óska nýkjörnum forseta til hamingju og taka líka undir það eða segja bara í mér er hreinlega létt að þessari blessuðu kosningabaráttu er búin. Hún var hún alltaf íþyngjandi og svona yfirþyrmandi og allt kring og auðvitað ég er alveg sammála því að það er bara svona margt sem held ég þurfa aðeins að rannsókna meðal annars hlutir fjölmiðla eins og þú ert búin að koma inn á. Nú var bara síðasta birta grein þar sem að var auðvitað sérstaklega tekið eftir því hvernig RÚV og Mogginn gengu hart gegn þeim frambjóðanda sem náttúrulega talin var mesta ógnunin við Katrínu eða fyrir forsætisráðherra til að byrja með Höllu Hrund og svo náttúrulega tók maður líka eftir greinin sem kom í viðskiptablaðinu svona á síðustu vikunni sem að snera alltaf af fjármálum Höllu Tómasar og svona pínlöndin svo verið að reyna að gera það tortryggilegt þó það væri ekki að mínu mati en mér fannst einmitt Grein Auðar, hún var svona tilraun til afhjúpunar, tala svona það sem að allir einhvern veginn vita svona innst inni en er ekki sýnilegt og svo viðbrögðin, þá var þetta svona eins og svona myndarændi svo þegar ekki sæskriftlega kemur svona upp úr sjónum og á opinbera sig og þannig eru allir ángarnir og þetta var náttúrulega ef við erum að tala valdastéttir, þarna eru stjórnmálafræðiprófessor sem að situr ofan í hennar, Birgir Hermanns
Þarna auðvitað Jón Ólafs sem situr ofan í hana, Kjartan Ragnarsson og og þeir standa þarna allir upp og fara í raun og veru að gagnrýna hana og svo þetta síðasta útspil eins og Jóns Ólafsson með kvenfyrirlitninguna. Mér finnst sko samhengið þetta skipta máli, það vita allir að konur hafa oft undir gífulega mikið högg að sækja þó við sem fremst í kynjajafnrétti og þvíumlíkt að þá sann sem áður að þá verða konu oft fyrir miklu meira aðkasti og það svona tvöfalt siðgæði þegar kemur að konum og köllum í stjórnmálum. En eins og með hana, aðdragandinn að náttúrulega forsetaframboði fyrir forsætisráðherra var það að hún átti sjálf mikið persónuleg fylgis að gæta. Hennar fylgi fór upp í 56% þegar fylgi ríkisstjórnar að dala jafnt og þétt og þegar sko fylgi hennar eigin flokks var hruni, síðustu tölu var 4,4%. Það gefur ekki til kynna mikla kvenfyrirlitningu. Þvert á móti, hún metin sem valda manneskja og þá hún komin í þessa valdastétt og stjórnmálastétt þar sem að fólk virðist standa mjög vel saman og það svona ákveðin samtrygging í gangi og þau styðja og þetta kom svo bersýnilega ljós, þetta kom fram í stuðningi svo margra fyrrum ráðherra, fyrrum þingmanna og þvíumlíkt. Reyndar Magni að það mátti alveg sjá í þessum traust spurningum ráðherrunum, það mátti sjá alveg glögglega að sko pólitíska inneign Katrínar var við það að renna út. Já, og hún komið með meiri andstöðu heldur en sko meiri vantraust heldur en traust og hún var í allt annari stöðu heldur hún var kannski fyrir 3 árum eða 6 árum. Nákvæmlega, og mér langar að benda á það að það svo erfitt sko, þegar málefnaleg gagnrýni á það að forsætisráðherra segi af sér embætti forsætisráðherra eftir 7 ára í setu og eftir 17 ára þingi og svo er samanburðin ekki tengið fram. Ég meina þegar Ólafur Ragnar fer fram, þá hann búinn að vera þingmaður í 5 ár, hafði ekki verið sem ráðherra í 5 ár og sá sem var undir honum vitnað til í mangi, þá var hann búinn að vera þingmaður í einhver 10 ár og málið það að þá er þetta allt einu komið með forseta sem á hugsalega að staðfesta eða synja lög sem að hann hefur sjálfur átt aðkomu að og mér fannst í raun og veru framboð hennar, ef við erum að tala eitthvað koma upp á yfirborði, annarkvort með greinaskrifum eða því að hvernig fólk fer að tjá sig sem viðbrögð við greinaskrifum, að þá fengum við líka, eins og ég segi, endurgjöfina. Það er miklu meira vantraust í samfélaginu, sko gagnvart stjórnvöldum heldur en kannski fólk áttaði sig á og við erum að tala núna sem forsetaembættið að setja saman ríkisstjórn og vera sameiningatákn, en núna eftir að málskotsrétturinn var nýttur fyrst að þá var mjög tíðrætt að forsetinn yrði að vera einhver einstaklingur sem fólk geti treyst að myndi svona verja, land og þjóð gagnvart einhverjum svona sérhagsmuna valdastétt. Þannig að þetta var einhvern veginn orðið valdastéttin, almenningur, traust, vantraust og þvíumlíkt fannst mér og það var kannski einmitt nákvæmlega vanmat að þegar hún fyrir forsætisráðið fer fram, að hún kannski læti bara reyna á þetta, en það er líka mjög merkilegt að hennar fylgi hækkaði ekki þrátt fyrir mesta auglýsingakostnað og meiri þess að auglýsingu sem var á milli umferða á RÚV daginn fyrir kjördag sem er líka spurning reglur, siðareglur og hversu langt þú getur gengið í því að reyna að tryggja þér atkvæði fólks svona rétt fyrir kjördag. Já, ég er svolítið hissa að sjá hana, en að því að Magniða nefnir kvenhattur og kvenfyrirlitningu, hvort að konur hafi séð öðruvísi dæmdar en kallandir. Ætti það ekki þá alveg svið Höllu Hrund sem að fekk svolítið svona trakteringar að hún hefði nú verið í einhverju vitleysu þarna út í Argentínu og annars að vita alveg hvað hann var að gera og væri að borga vinkonum sínum einhver laun og ég meina það vantaði ekki svona, það er ekki vandi að skýra það með svona léttu svona kvendissi. Halla Tómasar eitthvað þvælast með honum Branson Já. Ég meina hverju sáuð þið var eitthvað meira kvennhattur í því hvernig Katrín var gagnrýnd heldur en hinir vegna þess að það voru konur sem að fengu þau samanlagt 75%? 73% held ég. Það er í 3 eftir sætunum? Já, mér fannst þetta í raun að vera svona
ég ekki alveg búin að ná að fanga, þú veist, hvað mér finnst þessar kosningar svona út frá femínískri greiningu, en mér fannst samt einhvern veginn eins og þetta væri mögulega fyrstu kosningarnar þar sem að fólk var ekkert að spá svo mikið í kyngerfi. Þú veist, það var einhvern veginn bara, þú veist, það var ekkert rosa mikil umræða það voru bara konur í fyrstu 3 sætunum og það var enginn sem var einu sem segja vei, þú veist, heldur var bara svona já, þetta eru bara flott fólk sem að, þú veist, eru öll frambærileg í þetta embætti, þannig að ég var einhvern veginn svona, ég var ekkert, þú veist, ég var ekki eins og búin að hugsa þetta þegar að þessi umræða kom kvenfrelsingu og ég var einhvern veginn svona, þú veist, meira fannst mér líka, ef það var einhver, þú veist, maður sá eitthvað svona kannski skrítið akkurat í hvernig fjölmiðlarnir voru einhvern veginn að reyna að draga niður suma frambjóðendunar. Mér fannst það líka svolítið bara, gagnvart Ásdísi Rán. Þú veist að hún þú veist, manneskja sem að gerir út á kynþokka sem þú veist bara sem er hefðbundið bara hluti af svona kvenleika og þú veist, og við erum líka búin að vera að berjast fyrir að meiga það einhvern veginn og þá var einhvern veginn eins og það gerði mann að einhvern veginn verri kandidat sem ég bara svona, af hverju það? Ég held að hún hafi nú rétt þann hlut aldrei vel í þessari baráttu. Já, akkurat, mér fannst það bara frábært, það var svo margt einhvern veginn svona sem kom í gegn sem að var bara, já, akkurat. En Steinunn Ólína sem tekur að sér að vera einn harði gagnrýnandi og það kannski frekar svona kalla hlutverk, ef að konur gerir þetta þá verða að skassi eða... Akkurat, mér fannst það mitt sko svolítið... Hún hefur orðið líka fyrir svona hvern... Það var kannski líka mitt spurning með hana, maður var alltaf svolítið að velta fyrir sér hvað það sem gera verkum að einhver nær 10% plus og einhver dettur í hennan 1% og það var svolítið, ég náði ekki alveg af hverju Steinunn Ólína datt í þetta 1%. Já, það fekk sófex einhvern veginn í þessu. Kannski mega konur ekki vera með svona. En hún hafði náttúrulega eitt erindi, hún sagði það, hún stóð sér rosalega vel í því og það var að hún ætlaði að koma í veg fyrir að fyrir forsætisráðherra myndi vera kosin og hún var mjög góð í því að taka sér svona dagskrárgerðarvald í raun og veru og koma umræðan þetta er ekki alveg kannski sanngjarnt að segja því hún segir sjálf þetta var, hún nefndi einhver tíman fyrir áður hún bauði sig fram að ef Katrín myndi bjóða sig fram þá myndi hún gera það. Síðan gerist það í þeirri röð að Steinunn Ólína bauði sig fram áður en Katrín gerði það. Þannig, og hún sjálf bar þetta af sér og sagði mitt erindi ekki þetta, þannig við mögum ekki nú að henni því nasir ef að það væri ekki hennar erindi að hennar sögn. En hún var sannarlega barnið sem sagði keisarin ekki neitt. Það var hennar hlutur. eins og með Auði Jóns sem orðar það sem að margir voru að hugsa. Það sem að Steinunn gerði meðan þessa 12 var að hleypa í gegnum sig gagnrýninni á Katrínu. Þetta er svona ísbrjótshlutverk held ég. Nákvæmlega. Og svolítið eins og Helga gerði held ég líka fyrir Höllu Hrund. Þetta var svolítið flott svona tvíeiki nokkuð. Það voru 2 embættismenn og önnur kom aðeins á undan og brot og sagði frá því hvernig hún hafði orðið sem embættismaður fyrir árásum úr ríkisstjórn Katrínar og Bjarna eða hvernig sem var orðað það og Halla Hrund var náttúrulega í þeim hópi líka með og Steinunn Ólína annar af 2 leikurum sko og hún tekur allt brimið á sig sko og Jón Gnarr síðan sko hann er að reyna að greinda það hann 1-2% sko undanfararnir og svo koma 10% eftir undanfararnir uppsker aldrei. Eitt í varða tölum kvenhatur og kvenfyrirlitningu. Það er með líka áhugavert að því að þú segir þetta sem fyrstu kosninga þannig að þú varst bara ekki að velta því fyrir þér. Vættir að hafa verið að velta því fyrir þér ef það verið tilefni til þess kannski. En kannski erum við komið svona langt ef við mættum orða það þannig. Og það sást líka á því að það var ekki bara konur að bjóða sig fram til þess að verða fyrirmynd, heldur var kom í ljós að það er ekki nóg og það var meðast greinar Guðrúnar Jónsdóttur fyrrverandi talskonu Stígamóta og Sóleyjar Tómasdóttur dótturinnar verað mjög sterkar inn í það að það eru svona margar konur frammi og þá er líka fyrir að velta fyrir sig býtu hvers konar hvaða erindi hefur hvers konar feminist hvað hefur raunverulega gert fyrir konur af því það er kannski ekki nóg að vera fyrirmynd og það er kannski erfitt fyrir Katrínu Jakobsdóttur að vera raunverulega erindið sitt að hún skulle vera forsætisráðherra sigur fyrir konur að hún sé forseti sigur fyrir konur það er svolítið flókið að vera sko eiginlega sigurinn sjálfur
Já, mér finnst þetta svona, sko, þú veist, það sem ég kem allavega í femínískri greiningu alltaf bara einhvern veginn að reyna að hugsa náttúrulega valdið, miðjuna og jaðarinn. Og mér fannst þetta bara svona almennt, ef ég hugsa sko, þú veist, þá þarf maður ekkert endilega að tala konur og kalla, heldur bara jafnrétti. Og ef ég horfði á þessar kosningar, að það var sem miklu meira einhvern veginn blasa við að þetta voru góðborgarakosningar. Og þú veist, ég bara saknaði þess að sjá, þú veist, nýjan Íslending, innflytjanda. Og mér fannst einhvern veginn femíníska greiningin, hún kom í miklu meira, þú veist, ég skrifaði undir hjá Agnieszku sem pólsk að uppruna. Ég tók við talið við henni að var að vonast þess að hún myndi ná fram, menn út af þessu svona að segja. Akkurat, þú veist, því ég var einhvern veginn bara, þú veist, ég vil fá þannig rödd í þetta, en það var ekki þannig rödd. En það kannski snýr líka því sem hefur orðið mikil umræðu sem forréttindafeminismi. Það eru auðvitað vissulega konur í okkar samfélagi og ég meina víðar sem náttúrulega eru mjög vel menntaðar, þú veist, hafa mikla reynslu, mjög frambarlegar. Þannig að þú veist, kyn orðið sko afgangsstærð, myndi maður segja, eða kynferði og auðvitað, þú veist, í gegnum söguna hefur auðvitað komið upp alls konar tvískilningur þegar kemur að kynferði fólk. Ég meina, ég man bara eftir kosningunum eða þið viti, í tengslum við hrunið þegar menn voru að safna í kosningasjóð og það voru mótmæli fyrir framann til dæmis hjá Steinunni Valdísi sem hafði nú náð að safna vel í sinn sjóð, en hins vegar þá var ekki gerð greinum því að hún fór fyrst í borgarstjórnarkosningur og svo í alþingiskosningur, þetta var samanlagt. Ég ekki að verja þetta beinlinnis og þau eru líka að spila samkvæmt reikreglunum, ef að reikreglunar eru að þú þarft að safna í digra sjóði til þess að geta möguleiki kosningum, þá fer þú ekki að fórna kannski einhverju persónlega fyrir það, en þá þarf þetta bara að breyta reglunum. En það svona verið að gera svo oft kröfur á konur sem ekki verið að gera kalla þegar ég að vera betri, þegar ég að vera sína að hafa betra siðferði og þínlíkt. En ef það slæmt siðferði almennt og ef það þarf peninga almennt, hvað ætlar þú þá að gera því? Þá reynir auðvitað að breyta reglunum, og það alveg þekkt, en ég held að þetta í þessu tilviki eins og núna með eins og fyrir forsætisráðherra og kvenfyrirlitningu, þá held ég að bara eigi hreinlega ekki við og það líka brúta samhenginu sem var fyrir kosningarnar. Ég man eftir kona sagði þegar hún var að lýsa sig yfir að henni fannst þetta mjög smart af henni af því hún kona að gera eitthvað sem svona óvanalegt, að brjóta í blað, forsætisráðherra stígur upp og segja ég vil vera forsæti og allir bara dedúa sig af því hún kona. En ef þetta verið kall, þá þetta bara sjálfsagt. Mín tilfinning en mér fannst eiginlega ekkert í þessari kosningabaráttu snúast eiginlega kyn. Ég bara segi það, þú veist, við vorum með konur í efstu sætum, þú veist, og það var enginn að kippa sér upp við það og ég held að, og það var ekki það, þetta útspil frá Jóni að það væri verið að sækja Katrínu út af því að við færum verð með sem sagt konur en karlar sem hefði verið í stjórnmálum, var einhver svona tilraun sem að passaði heldur ekkert inn í umræðinu og var bara svolítið slegin út af borðinu eða allavega fekk hann mjög bátt fyrir það. Þetta snerist miklu meir hinn þáttinn sem vorum að ræða sem var valdið og elítan. Það að segja, það sem að fólk horfði á í þessari baráttu var að það teiknaðist upp. Morgunblaðið ræðst á Höllu Hrund eins og þú nefnir bara. Og RÚV líka. Já, og RÚV líka. Hann birti mjög skemmtilegt skjáskotan Hallgrímur Helgason með 20 fréttum af það sem var að ráðast á hana. Skæðarsamstæðnum. Já, og kosningabaráttan að byrja. Og svo Kristján Júlíusson farin að grilla pulsur fyrir hann á Akureyri. Og svo eru leiddir fram alls konar máttarstólpar, Kári og allir og við horfum bara á þetta kom úr öllum áttum að bara þetta og við vitum alveg hvaðan samanlagt þetta kemur. Þetta bara valdastéttin í randinu og svo sáum við náttúrulega teymið á bakveðana sem var fyrrverandi kosningarstjóri Sjálfstæðisflokksins Friðjón og útringi verinn þar sem hringt aðalega í Sjálfstæðis og Framsóknarmenn. Við sjáum hvernig þetta endar. Þetta endar á því að stærstu hópandi sem kjósan eru Sjálfstæðis og Framsóknarmenn, aðrir flokkar valla kjósana samkvæmt greiningunni. Þegar forsetinn okkar með jafna greiningu, hún fær jafn mikið fylgi í öllum stjórnmálaflokkum. Hún er í 22%. Það er bara flöt lína, mjög sérstakt. Það var líka eitt sem ég langaði að segja út af þessum þetta með siðferðið, þú veist, og ég meina ég tek undir það að það sett meiri krafa á konur svona út frá siðferði, en ég held að það sem sé í gangi hér sé líka það innan vinstrisins
mikil siðferðiskrafa. Ég veit ekki alveg hvernig þetta innan hægri sinns, ég ætla ekki að fullera það neitt, en það mikil siðferðiskrafa. Þegar við formar Sjálfstæðisflokkins myndum að ætla að það væri aðeins léttara þar. Já, ég ætla ekki að fullera það neitt, en það mikla siðferðiskröfur innan vinstri sinns og mér finnst einhvern veginn þetta með sko að hún Katrín fór fram og þessi atburðarás frá því að hún segir af sig forsætisráðherra yfir því að hún fer í þetta framboð vera svolítið svona þetta uppgjör eða þessi svona búið að vera krauma undir niðri þessi bara núningur, þessi siðferðislega og pólitíski núningur innan vinstrisins yfir hvað Vinstri grænir hafa verið að gera síðustu ár. Og sérstaklega núna, þú veist, ég upplega sérstaklega núna eftir að þau fóru aftur í þessa stjórn eftir 21 kosningarnar, þú veist, og bara, og einhvern veginn, og hann hvað heitir hann, sem að varð Jón Gunnarsson varð dómsmálaráðherra. Mér fannst það bara vera, þú veist, þetta fór svona niður og bara út af því að, þú veist, þetta svo viðkvæmt andrúmsloft núna með fjölmenninguna. Og kannski líka í sambandi við eitt sem var mjög ábyrrandi í málsvörn einhvern veginn fyrir forsætisráðherra. Þú veist, það var alltaf verið að tala sko, hún var svo góð sáttasemjari og málamiðlari og svo töluðu aðrir svik. Og vegna þess að fylgi náttúrulega flokksins endurspeglar það að það búið að snúa baki við helstu stefnu málum Vinstri grænna. Hún hélt ríkisstjórninni saman en slátraði flokknum við það. Já, nákvæmlega. Og þannig að það er náttúrulega búið að vera rosalega mikil umræða það. Og svo náttúrulega líka þetta að nú hefur það gerst sko að Sigríður Andersen braut af sér í starfi þegar hún notaði valsi til að skipa 3 dómara sem að síðan fór alla leið til Evrópudómstóls og sem úrskurðar málinu og bakar Íslandi og íslensku skattborgurum skaðabótaskyldu. Og svo hún, og semst fyrir forsætisráðherra, hún alltaf svarið alla ráðherra Sjálfstæðisflokksins. Svo það náttúrulega Bjarni Ben sem loksins eftir mjög mikinn þrýsting skýrslur ríkisendurskoðendur og skýrslur einhver annar stofnana verður að segja af sér að fjármálaráðherra verður utanríkisráðherra og tekur svo við sem forsætisráðherra og þú veist talandi siðferði í stjórnmálum og þannig að það líka smá uppgjör við þetta. Er þetta uppgjör gagnvart því að halda stefnu sinni eða vera með málamiðlanir og Katrín var tákmynd þess að vera málamiðlun. Það betra að fá 5% árangur heldur engan. Þannig að það eiginlega réttlæti ekki fyrir að vera og þau kannski meta þau að fengið 30% árangur eða eitthvað en ég menn það misjöndi hvernig fólk horfir á það. Og það það sem er uppgjörið við pólitískum feril hennar. Er það hvort að það verið rétt ákvörðun fyrir VG að fara leið málamiðlunar og fá þó eitthvað í staðin fyrir að vera öflugur flokkur í stjórnarandstöðu og hafa þá kannski áhrif á samfélagið því það getur verið dýrt fyrir umræðin í samfélaginu að gera málamiðlanir þannig að stjórnarandstaðan raunverulega hverfur. Ég ætla að drífa orða þetta við raunaborðið og sagði að hún hefði eiginlega klofið vinstrið. Hún hefði bara eyðilagt stöðu vinstrisins og möguleika vinstrisins til þess að ná völdum á Íslandi með því að fara í þetta stjórnarsamstarf. Mér finnst það líka bara einhvern veginn, þú veist, það eitthvað við það að Vinstri grænir sig í stjórn sem gera verkum að það ekki nóg til að mótmæla og vera almennlega reiður. Ég held einhvern veginn til dæmis ef að þeir hefðu ekki endurnýjað þessa stjórn að þá hefði verið bara miklu meiri reiði, meiri mótmæli og þá hefði kannski verið hægt bara svona eins og Panama-mótmælin 2016 eða 2009 mótmæli. Sem skiluðu engu. Sem samt sem áður, þú veist, mótmældakrafturinn, þú veist, hann hefði mögulega breytt jafn miklu þessu 5% Vinstri græna. Eða meir, en veistu það? Þessi svo samtök hernaðaranstæðinga sem í lamasessi út af veru VG í ríkisstjórn. Já, það einhvern veginn svona, það búið að vera, það eitthvað skrítið. En ég var eiginlega búin að spá því ef að fyrir forsætisráðherra hefði unnið forsetakosningarnar og það á 25% fylgi sem hefði geta gerst, að þá hefði það hefði orðið mótmæli. Það einhverju leyti léttir inn hjá sömum okkar. Það svo mikið ólga í svona samfélaginu og þetta svona ákveðin
fólk svona því misbýður og því misbýður líka að einhverjum finnst eiga tilkall einhvern veginn til valsins en entitlement svo gott orð á ensku finnst það betur en tilkall en það einhvern veginn svona allir bara ganga fram og taka bara næsta embætti og vera allt í einu út af því að þú svo góðu sáttasemir og málamiðlari og þvílíkt og það svo margt alveglegt búið að gerast og ég held að almenningur landinu upplifir mikið valdaleysi og ef að og þá hefði völdin nú algjörlega verið tekin af þeim valdalausu ef að valdastéttin innan gæsalappa og þeir sem tilheyra henni, hvort sem það í fræðasamfélaginu eða menningarsamfélaginu eða stjórnmálastéttinni þá einhvern veginn þá hefði þetta orðið til þannig valdastéttin versus dálítið valdalaus almenningur vegna þess að þrátt fyrir mótmæli, þrátt fyrir rannsóknarskýrslur, þrátt fyrir alls konar uppgjör og þrátt fyrir alls konar handfömm sem hefur komið í ljós þú veist, ég meina pabbi, þú veist, forsætisráðherra, hann keypti og fekk að halda bréfunum í Íslandsbanka og veist, það ekki eins og lög til þess að taka tilbaka það sem við fengið með ólögmætum hætti og svona þetta. Já, og sko ég held að það var einhvað mjög symbolist í því að lögreglan skildi vera að gasa mótmælendur með piparúða sko daginn fyrir kosningar og búið að innleiða sko rafmagnsbyssur handa þeim sem búið að finna eitthvað nýtt orð á að því að má ekki kalla rafmagnsbyssur þú veist, þetta þú veist, ég fekk bara svona tilfinningu ég kom hérna heim frá Berlín þar sem ég hafi tekið þátt í bara fyrir tilviljun eftir ráðstefnu svona Climate Mars hérna svona mótmælagöngu í Berlín upp á Brandenburgarhliðinu með fullt af hópum gegn loftslagsvánni og bara fullt af lögreglum sem voru sko að passa að halda bílunum frá mótmælendum en hér kem ég heim og lögreglan að passa að ráðherrabílinn geti kert nógu snemma á fund og gasar á hérna einhverja mótmælendur sem í friðsamlegum mótmælum og hérna það ekki stjórnarskrárvarinn réttur að fá mótmæla og mannrétt þú veist þannig að þetta varð einhvern veginn þetta birtist mér alveg sem svona vá hvað skringilegt ástandi það skringilegt og líka sko það var umræðið mitt þetta í morgun útvarpinu með þessa valdbeitingu sem að lögreglan segist hafa haft heimildir til þess að gera en þú veist piparsprey og ég var nú bjói Palestínu sjálf, maður sér hvernig ísraelski herinn gengur fram gegn mótmælendum. Ég sá fólki svona bara, þú veist, grátandi með píparspreyi. Ég sagði, hvert erum við komin? Ekki nóg að draga fólk? Ég meina, ef að manneskja liggur á götunni, þá koma 2 sterkir lögregluþjónar og bara lyfta þér upp, sikkur mann og fjarlæga þig. Þú veist, það ekki flóknari það. Og hérna, það þarf ekki að beita táragas, það þarf ekki að beita píparúða eða neinum öðrum meðlum heldur en bara að taka fólki burtu. Ég ætla, hérna, því að við erum að tala svona hvernig þetta leit út svona frá vinstrinu uppgjörðu Katrínu. En að því að þú nefndir sko útringivers Sjálfstæðisflokksins. Mínar heimildir segja það að Halla Tómasdóttir hafi notið útringivers Guðlaugs Þórs að nefnilega í Valhöll eru 2 útringiver. Hérna, og þar eru linnlaus átök. Og að sömuleyti hafi þetta líka verið sko uppgjör á milli sko Valhallar sem stýrt af Bjarna Benediktssyni sem stýrði Katrínu Jakobsdóttur og síðan hérna liðs Guðlaugs Þórs sem stöddu Höllu Tómasar. Ég hef ekki heyrt þessa skýringu. Ég hveti ykkur til þess að kíkja inn á Facebook hjá svona hægri mönnum því að umræðin eftir kosningarnar þar æði skemmtilegt. Mjög sérstætt að þarna eiga að vera sko 2 útringiver en þetta stuðning Sjálfstæðisflokksins höfum við náttúrulega alls konar heimildur kannski nú besta heimildin grein hérna Jón Steinars Gunnlaugssonar á Vísi, þar sem hann segir við erum búin að leggja allan flokkin undir þessa konu en hún vinstrimanneskja, við erum með Morgunblaðið að vinna fyrir hana, við erum með allan flokkin að vinna fyrir hana, þannig það nú maður úr einstakling sem bara sagði þetta hreint út en svo líka kannski skemmtilegt þú veist, eins og ég segi, ég var nú að benda á þann að þegar að skoðað hverjir kusu þar að segja úr hvaða flokkum kusu hvern frambjóðanda, þá eru ekki fleiri sjálfstæðismenn en nú neinum öðrum flokki sem að kusu Höllu en það voru allir miklu fleiri sjálfstæðismenn sem kusu Katrínu þannig að sko sjálfstæðisflokkurinn í stórum stíl var sannarlega þar en ekki hjá Höllu T. En var þá lendi Katrín í því að verða einhvern veginn í innanflokksdeilum sjálfstæðisflokksins og þetta snýst þessar forsetakosningar snerust í raun og veru það að koma sko sjálfstæðisflokknum út úr þessu stjórnarsamstarfi á sem flottastan hátt með því að gera Bjarna forsætisráðherra
hann gat farið og fengið mynd af sér með Zelenski, hann var einhvern veginn að klára utanríkisráðherradílinn líka og þetta allt undirbúningu bara fyrir þingkosningar. Ég bara velti fyrir mér og svo eru aukaatriði svona hver af þessum konum hann að fengja að vera fórstu. Svo náttúrulega spáð núna að það verði jáfnvel kosninga mitt fyrr og þegar Katrín farin úr fórstusætinu, ég meina Guðmundur Ingi náttúrulega orðin formaður en þú veist, hvað gerist núna bara á næstu Ég á því að hann vilji vera áfram formaður. Því að það allir að tala að Svandís geti bara tekið þetta. Við vorum umræðan það inn í gær. Ég á þeirri línu að Guðmundur Ingi vill vera áfram formaður og ég efast að Svandís leggi í það átak að þurfa að reisa VG upp með þeim hætti sem að fólk að spá því að sé gert. Ég bara skýtur sér inn að því að allir að ganga því sem vísu að eitthvað fara að gerast. Að þá fer ég í mótþróakast og kemur aðra kenningu. Ég held að tilfinningi sem hér var nefnd þar að segja að fólk vildi ekki að stjórnmálaelítan fengi líka forsetaembætti og ég held að hún hafi bara ráðið úrslitum í þessum kosningum eins og oft áður. Það að segja að það verður aldrei gerst að stjórnmálaelítan hafi líka fengið að eiga öryggisventilinn og það liggur í hlutarins eðli að hún öryggisventil á stjórnmálin og það á auðvitað ekki að vera sami aðilinn á báðum stöðum. Nefn Ólafur Ragnar náttúrulega. Þá vil ég koma að þess að við vorum að tala upp að sem elítan. Af því að elítan hefur notað það bara svona intelligensju hugmyndina hana að hún hefur eiginlega valið forsetan eða samþykkt forsetan alla tíð. Ég meina hún valdi Kristján Eldjárn, hún valdi Vigdísi, hún sætti sig við Ólaf Ragnar og hún sætti sig við Guðna. Núna hún með forseta sem hún sætti sig ekki við. Og kannski var synd hennar að búa til bandalag við Valhöll, að það leiddi til þess að hún gerði sig áhrifalausa að hver væri forseti og maður sér í viðbröðunum eftir kjörið að það er það sem verið að gagnrýna Höllu, nýkjörinn forseta, fyrir að hún bara stendur ekki báðum fótum í íslenskri menningu, hún þekkir ekki Íslendingasögunar og hefur ekki lesið Laxness og kann ekki lingóið sem að við í intelligensíunni höfðum fyrir að læra til þess að geta verið málsmetandi fólki í þessu samfélagi. Svo kemur bara einhver ruddin sagði peningabödda frá Ameríku og tekur þetta. Mér finnst nefnilega áhugavert með stéttabreytuna. Við vorum að tala um kyn. En mér finnst dálítið áberandi að til að mynda bæði Halla Hrund og Halla Tómasar leggja dálítið mikið upp úr því að það komið á svona látlausum bakgrunni, þú veist, pappina Höllu var munaðlaus strákur, pappina Pípari, mamma þroskaþjálfari, þú veist, Halla bjó í blokk og svo náttúrulega Katrín líka bara, já, hún býr í blokk og hún fyrir hjóli vinnuna, þú veist, svona smá samkeppni að vera svona alþýðlegastur og en samt auðvitað mikilli borgarlegri ætt eins og vita. Já, og Katrín sá ráðherra sem borgar hæðstu fjármagnstekjuskattinn og þvílíkt og bara að hafa húsmær að já, auðvitað og en svo það þetta að núna einmitt þá akkurat eins og ég heyrði nú bara einmitt menningarsnauð einmitt svona peningabudda sem líka mjög niðrandi og talandi kvenfyrirlitningu, þetta kvenfyrirlitning og þetta að eins og ég heyrði í gær hún vitið þið hvert Egill Skallagrímsson í hvað eigi hann syndi ég ætla rétt að vona það en hún féll á prófunu og hún sagði að hann hefði syndi Grímsi það Grettir fyrirgeð þannig að sjáu þið, ég ruglaðist mér og þannig ég algjörlega búin að afhjúpa mig sem menningarsnauð og vitlausa og svo var það líka vitlaus átt og getur ekki klippta það spurningin var vitlaus og svo fólk bara að grípa þetta og svona grípa andan á loft og hún ætlar að vera forsett eða þú veist, hún er að forsett við klassísku íslensku intelligensíu sem að hefur haft þetta embætti en núna mistuðu það. Mér fannst þetta svolítið svona, þú veist, akkurat, það búið að vera svolítið svona mikið menningafólk og svona svolítið hugvísindafólk, og ég hugsaði þetta einhvern veginn svona... Your kind of people. Já, ég raun og veru, ég alveg léleg svona sem íslensk menningarkona, ég tala vitlausa íslensku og ég veit ekki hvað, en í öllu falli, þú veist, að þá, ég... út af því hún var alltaf að tala sjálfshjálparbók, fólk var að hneykslast á því hún hefði nefnt sjálfshjálparbók sem upp á bókina og ég var líka þarna einhvers staðar, af hverju er fólk svona mikið á móti sjálfshjálparbókum? Sjálfshjálparbækur eru á mörgu leyti svona, einhverju leyti svona megin
heimspeki, þetta bara svona heimspeki reglur, svona normatívar siðferðisreglur sem að fólk alltaf að leita sér að og það bara koma rosalega oft í samtímanum, þá kemur þetta fram í sjálfshjálparbókum og þú veist, þetta bara, þú veist, þetta litteratúr sem En Anna, við í intelligensinu viljum að þú leitir að þér í bókasöfnum og eitthvað slíkt, ekki á einhverjum flugstöðum að lesa einhverjum sjálfshjálparbókum. En það áhugavert að sjá erlendu fjölmiðlana vegna þess að eins og þið munið þegar Jóhanna Sigurðardóttir, þá vorum við aðalega að tala fyrsta konana gegn embætti forsætisráðherra, en erlendis var rosalega mikið lögð áhersla á að hún væri hinsegin, fyrsta gay og svo eins núna, það eiginlega bara í öllum erlendu fjölmiðlum að kona úr fjármálalífinu á Íslandi sé orðin forseti og það kannski almennt eru forsetar sem sagt ekki úr þessum geira og og hún náttúrulega með mjög víðtæka reynslu og víða en þetta náttúrulega hennar svona bakgrunn Björn, þú varst að segja það að intelligensin hefði mist þetta vald sitt með því að veðja á rangan hest. Já, ég held að hún hafi gert það. Það er alveg Þannig hún valdi bara vitlaust. Já, þeir voru vitlaust valdi frambjóðanda sem gat aldrei orðið forseti. Já, ég held hún hefði nú getað það ef að fólk hefði ekki sameinast Höllu og Halla hefði ekki komið þannig fram að fólk var til í að sameinast hana. Ég held nú lengi framan að þetta yrði Hallar hund sem að myndi vera eiginlega sú sem gæti unni Katrínu en það reyndist vera Halla Tómasdóttir og ég held að hún verði fínn forseti. Það er alveg rétt að hún kemur ekki beint úr intelligensinni en ég held að þegar frá líður, þetta á þetta eftir að koma í ljós, að þá ég hef alveg mikla trú á þessari konu satt að segja. Ég kaus hana fyrir 8 árum og ég kaus hana aftur núna með ánægju og við skulum bara sjá, við eigum öll eftir að sjá, við vitum í raun ekkert hvernig hún verður, en við verðum að gefa henni það tækifæri. Já, ég setti upp smá, ekki slæðu, grónan klút frá dóttur minni, en ég held að sé tvennt þannig mikilvægt, sko, í Bloomberg er það Investor, Tómasdóttir, og ég alveg, já, býtu, ég heyrði ekkert það í hérna kosningabaráttunum, hvar hefur hún fjárfest, en svo hitt, sko, ég held að þessi Hvar hefur hún fjárfest? Já, ég veit það ekki, en kannski bara hefur fjölmiðlanir ekki spurt það, en kannski það bara túlkun Bloombergs á því að hún hafi stofnað auði kapital. Nei, en hún setti peninga í eitthvað fyrirtæki, það var rætt þetta í viðskiptablaðinu, ég man ekki hvað það og svo er hún bara með einhverja fjármuni í eigna umsýslu. Svona silent partner í þessu fyrirtæki. En þetta sko labelið sem Bloomberg setur á okkar nýja forseta, Investor, Tómasdóttir, og svo hún businesswoman í öðrum og þar svona leiðtoga þjálfunin, hvort það sjálfsjálfsbók ekki, en ég held að það hafi alveg vantað líka greininguna á þessu sem ég hef séð í fjölmiðlunum þessar 2 daga eða frá því að kosningun lauk, að hún vann unga fólki og ég veit ekki hvort það eru börnin hennar 2 sem eru hann kringum 20 að ég er ekki komin á TikTok en sko TikTok og samfélagsmiðla hérna herrferðin hennar held ég að sé vel meira vægi en sem þið að greina út frá sko yfirtölunum. Það er sko miklu meira vægi og þetta var mælt auðvitað, það er að segja hvaða hópar voru að kjósa og hérna það var alltaf skemmtilegt talandi sko intelligensinu því að ég sá að Guðmundur Andri postaði hann hafði nú auðvitað stutt Katrínu svona eins og margir úr þeim hópi og hann sagði í posti svo segja dætur mínar að Halla Tómasdóttir hafi verið með ægilega góða herferð á TikTok. Þannig að við mistum alveg af þessu. En ef við horfum á píramídan fyrir djöður sem að sýnir sem sagt aldursgreiningu kjósenda, þá er sko unga fólkið, þá er súlan hér hjá Höllu Tómas og elsta fólkið er lægst. Hjá Katrín er það öfugt. Það var eiginlega ekkert ungu fólki og þá segi ég hver á að velja forsetann fyrir okkur ef ekki unga fólki. Og þau gerðu þetta á þess að við vissum af því að þetta gerðist á TikTok. En ekki í Morgunblaðinu og annar staðar. Vegna þess að þegar við sjáum svona mikla kjörsókn, það var mjög mikil kjörsókn með forsetakosningar, þá er það að unga fólki mætur í kjörstað og það er Halla og það kom til að kjósa hana. Og þú ert á TikTok. Já, ég sem sagt fór að skoða þetta þegar ég heyrði þetta og hérna sko fyrsta myndbandi sem að vakti einhverja athygli var svolítið svona menntaskólalegt, þú veist, að einhverjum strákum að hrinda einhver stelpu sem var ekkert það besta sko, og svo skoðaði ég allt TikTokið, þá greinilegt sko dóttur hennar er alveg, þú veist, onnið þarna TikTok og gerði það bara rosalega vel, hún bara algjörlega kunni inn á þessa menningu og þú veist, það var fallegt, maður fekk að fylgjast með Höllu, maður sá þær svolítið, ég fannst það bara, mér þótti einhvern veginn vænt það þegar ég sá TikTokið og það voru vel gerð myndbönd og
þau algjörlega einhvern veginn lásu inn í þessa menningu mjög vel. Og þetta grein sem ólæs á TikTok. Já, og þetta TikTok líka bara... Og milli, við erum svona miðaldra. Og ólæs á stöðu ungs fólk sem hafa komið kannanir að því líður illa, þá ekki séns á að komast inn á húsnæðismarkað nema að ég foreldra sem kaupa íbúð. Þannig að þarna held ég bara, þetta svona tilgátur mínar eftir þetta, en ég fatt að þegar ég sá hana þarna með þessum börnum, ég var ekkert búin að hugsa aldur barnanna, en hann skiptir eiginlega jafn miklu máli. Hún sagði nú sjálf frá því, Halla Tómasdóttir, að í kosningabaráttunni hefði verið unga fólk í kringum hana, eins og bara börnina, og hún sagði við létum þau bara fá stórt herbyggi, sér deild og þið bara gerið þetta, krakka mínir, eins og þið viljið gera þetta. Þau voru rétt hjá Hlemm og voru bara með sína bara eigin baráttu, en svo líka talandi fólk af erlendum uppruna. Það var náttúrulega Halla Tómasa sem kom fyrst með fund og svo fylgdu aðrir í kjölfarið, en það var líka kona af erlendum uppruna, Jasmina sem flóttakona frá Bosníu sem kom því til leiðar og hvatt hann til að gera þetta og út af því að það eru margir meiri íslenska ríkisborgararétt og geta þarlandi kosið og þetta náttúrulega orðið 20% þjóðarinnar og það var einhvern veginn engin að huga þessum hóp. Halla var svo eina sem fór í moskuna í Reykjavík. Og þú veist, og ég heyrði einmitt frá öllum í kringum manninn minn að þar að leiðandi þá ætluðu allir að kjósa Höllu Tómasar. Því að þú veist, það líka bara einu frambjóðandi sem fyrir moskuna, það alveg eitthvað. Og vill samtal við fólk af erlendum uppruna eins og þau gerðu fyrst. Það skiptir máli. Þetta líka þetta samningatákn, þetta þarf líka að vera fyrir alla sem búa hérna, eða okkur öll, alveg óháð uppruna og öllu. Og mér vantar bara síðan greiningun á því, 20% þjóðarinnar fætt í öðru landi, en hvert prómillið af þeim sem hefur kosningarétt í svona kosningum? Þau þurfa að hafa íslenska ríkisborgararétt. Það er mjög fáir. 20 og eitthvað á ári. Já, en þú getur sett meira en það samt. Þú getur sótt og svo það alþingi. Ok. Það gott, en mér vantar þessar tölur bara fyrir greinu, en þetta mjög mikilvæg punktur. Varðandi þetta að Halla kallaði sig umbreytingaforseta og hennar erindi var svolítið að það var eitthvað að í íslensku samfélagi sem við þurftum að lækna. Það var síður hjá hinum sem voru efst nema að Jón Gnarr sagði að vera bara alltaf mikið að leiðundum en hann hins vegar vildi leysa það á einhvern svona, ég veit ekki hvað að kalla það, næstu svona eins og andlegu sviði. Nei, hann átti samt fannst mér hátindina því að kom hann frá útlöndum og horfði á laugardeginum á hana kosningasjónvarpið bara til að, ég var ennþá held ég eins og mjög stór hluti bara, hvað á maður að velja, en hann átti lykilsetninguna þar með út frá þessu með íslenskuna, ég ætla að reyna að muna hvernig var nákvæmlega, að ekki bara þetta með leiðindin heldur áhyggjur af íslenskunni snúast það að hún notuð til þess að segja ekki neitt og það er í raun og veru kjarnin á vanda elítunar og hvort sem það er stjórnmálaelítan eða jafnvel intelligensía. Það sem ég ætlaði með að komast að Halla var hún var að tala að vera eitthvað að í samfélaginu, við þurfum að bregðast fyrir því, það veri klofningur á milli kynslóða og hún kallaði sig umbreytingaforseta sem að þýðir það að við þurfum að gera eitthvað og hún er náttúrulega kapitalisti en hún er að gagnrýna kapitalismann og átti mjög gott samtal við hana það við rauðaborðið og hún telur að kapitalismin hafi verið undanfarið 30-40 ári á bara kolvillri leið og við verðum að setja þarna inn einhver önnur sjónamið heldur en bara hagnað eigandana og eitthvað fleira, þannig hún er alltaf að gagnrýna samfélagi hvert verður stödd og ekki bara hér heldur bara á Vesturlöndum almennt. Erindi Katrínar var ekki að vera eitthvað að í íslensku samfélagi. Nei, en hún nefnilega eins og Halla Tómasar, hún vísar í raun og veru til þess óbeint að mínu mati að það sé ekki búið að eiga sér eitthvað raunverulegt uppgjörstað og breyting eftir hrunið. Svona alltaf vísa þessi gildi sem kom frá þessum þjóðfundi sem var haldir eftir fundin. Hún talar, og eins og mér finnst það frábært þegar hún talar munin, lágmarkslaun og lífvænleg laun sem getur lifað á. Og eins og þetta er svo normaliserað að vera fátækur eins og í
Bandaríkjunum og vera working poor, vinnandi fátækur sem þýðir þú ert í 2 eða 3 vinnu til þess að láta enda ná saman, hefur engan tíma til að sinna börnunum þínum og svo framvegis. Og þetta eru auknu mæli að verða hér, auki misskipting, fólk sem á mjög erfitt með að ná saman. Og líka það vantar ofta að setja hlutin í samhengi eins og það alltaf að tala húsnæðismarkaðinn. En það er í mörgum löndum, meðalans held ég í Berlín, þú verður að búa í íbúðinni sem voru 8. Hérna á fólk, 5 íbúðir, með það allir í Airbnb eða einhverju útlegu og að nota fasteignamarkaðinn sem öryggistu leiðina til að fjárfesta peninginni þinn. Út að vera með krónuna og krónuhagkerfi og hlutabréfamarkaðurinn lélegur og allt þetta. Og það er svo margt svona sem að mér fannst hún í raun að veru og líka við nánari umhugsun vera að vísa í að við ættum ennþá eftir að fara alltaf í þetta sem verður byggt á gildi. En já, Katrínu var raunverulega ekkert að. Það var ekkert erindi. Hvað hafði hún fram að færa? Ekki neitt. Eina sem hún sagði að mér langar að vera forseti til að gera gagn og hún var að koma úr valdamesta embætti landsins. Mér fannst gott líka fyrir því hjá Höllu T. sem sagt að í síðasta þættinum þá sagði hún hreint út að við hefðum ekki átt að kaupa vopn. Hún var að móti því. Hún var eini forsetaframbjóðandi sem sagði þetta. Hún sagði líka verið þjóðarmorð á Gaza. Hún talaði nefnilega tæpitungulaust þarna undir lokin og málið það Ásþór auðvitað talaði líka þetta, hann fór lengur og talaði landráð og utanríkisráðherra þegar kom fram og sagði Ísland stundar ekki vopnakaup en þetta er náttúrulega bara fyrirsláttur vegna þess að þetta eru sjóðir sem fara til vopnakaupa og núna finnst mér líka eins og þetta að hún, hvers konar ríki vill Ísland vera? Ég meina viðbrögðum við því sem að hefur að gerast í Gaza, þau náttúrulega, eru þau eitthvað í takt við það sem að svona kannski almenningur vill í landinu og við sem friðelskandi þjóð og allt þetta, þannig að hún kom inn á sem mál og það sem vann með henni undir lokin að síðustu vikuna var akkurat þetta, hún var mjög skýr, hún Halla Hrund þegar að koma eins og Landsvirkjun og eitthvað slíkt, en mjög híkandi, tvístegandi og þegar að koma öðrum málum undir lokin og það vann ekki með henni hjá ef þetta er matikar að Halla vill umbreytingar og lítur svo á að það sé eitthvað í samfélaginu sem við verðum að fara að vinna í og laga. Katrín er fyrst og fremst að tala hvað sé gott og hvað hún hefur gert og að hún sé góð einstaklingur til þess að gegna þessu embætti. Hlutverk intelligensjunar í samfélagi er yfirleitt eitthvað staða til hliðar við valdið, til þess að gagnrýna valdið, það ekki? Við horfum á það, til dæmis, við getum hort á hrun intelligensjunar í Bandaríkjunum í Íraksstríðinu, þar sem hún bara hvarf og studdi stjórnvöld í Íraksstríðinu, þar sem við sjáum hvað gerist í samfélagum þegar intelligensjan bregst. Vorum við kannski að horfa á eitthvað svoleiðis, að bara intelligensjan var bara í algjörlega vitlausum vagni í þessum kosningum. Hún bara var að svíkja hlutverk sitt. Já, hefur hún ekki gert það mjög lengi áður líka? Ég held mér mér finnst þetta að vera svolítið þú veist eins og þegar hruni gerðist, þú veist þá var ég 24 ára og þá var maður mitt bara svona, þetta var alltaf þetta sem maður fékk, bara intelligensjan, hún brást og svona gagnrýnin sem ætti að koma úr háskólasamfélaginu, þú veist, hún var ekki nógu mikið til staðar. Og svo er maður kannski svolítið svona, þú veist, svo er endalaust fjársvelti, fólk hefur mikinn afkomu, kvíða, ég tala fyrir sjálfa mig aðalega, en þú veist, ég finn það einhvern veginn út af því að þú veist, ég bara nenni ekki að vera í akademíu nema að ég geti verið með mína gagnrýnu rödd, að þú veist, maður er ofta einhvern veginn svona og það er jafnvel svolítið eins og maður eigi ekki að vera þessi típa. Þú veist, að þetta er ekki hefðin, er ekki þessi típa. Og bara verið liðinu. Já, þú veist, og svona stuðningsliðinu og styðja valdhafana og þá færðu kannski styrki, peninga eða skýrsluskrif. Þurfum við ekki bara siðabót í íslenski intelligensju eftir þessar kosningar? Ég held að stór hluti af þessu sé hvað við erum fá og smá. Það er að segja, intelligensjan tók sér enga greiningu eða stöðu. Þetta voru bara vinir og kunningjar forsætisráðherra. Hún var menntamálaráðherra muniði og hefur verið forsætisráðherra. Hún kemur líka úr háskólasamfélaginu og allt fólk sem í intelligensjunni þekkir Katrínu Jakobsdóttur bara persónulega og það er auðvitað í kosningum hefur fólk eðlilega tilhneigingu til að styðja manneskjunum sem hún þekkir vel og ert ekkert að greina pólitíkinu og fara í það og þar held ég að íslenska intelligensjan hafi eiginlega
ekki greint eða spáð neitt í hlutina, það bara við þekkjum Katrínu og mætum í boði til hennar. Og hún einmitt hrópaði hann í fyrri kosningaþættinum á RÚV, samt jafnasta þjóðfélagi heimi eða samfélagi heimi. Sem er setningi Bjarnar Benediktssonar. Já, og bara sem er svona, þú veist, alveg eins og, svo ég vísaði þessi vísbendingur að það er sko greintar eftir Lilju launamun kynjana sem er minnstur á Íslandi. En sko, það er kannski ekki nóg að vera búin að ná honum niður í 4% og við stefnum að ná honum í 0. Heldur, það eru aðrir þættir sem skipta máli, eins og ég fattaði bara þegar ég varð afi að það er bara eins ástandi eins og fyrir 25 árum að það er hana ár eftir að fæðingarorlofið er búið, sem er hægt að hrósa sér af að hafa lengt fæðingarorlofið og hækka greiðslurnar, en bara leikskólinn byrjar ekki fyrir 2 ára eftir 2 ára, þannig að það er ennþá hann að bara gap upp á ár, þar sem fólk á bara að vera, þannig að þetta er ekki komið eitthvað gott jafnréttisástand á þessu sviði. Nei, og svo bara auðvitað hefðbundna kvennastéttir og leiðréttinga og eldri borgarar og öryrkja segja þau, forsvarsmenn þeirra eins og Helgi P. í nýju blaði sem var dreift, að staðan sé miklu verri hjá þessu fólki heldur en fyrir 7 árum. Og Katrín fer fram og fær mestan stuðning hjá elsta fólkinu. En þetta er sko, þetta er birtingarmynd sko hins skakka íslensku samfélagi sem að tengist mjög mikið elitunni, intelligensjunni og eiginlega bara þessum eineltiskúltúr að þú mátt ekki gagnrýna. Ef þú ert að gagnrýna þá ertu sko óvinnur og við marginaliserum þig, setjum þig burt út eða svo sér ekki að trufla hérna í meginströms. Ég skrifaði einu sinni grein sem hét sýldar velgengni og akkurat fjalladaldi þú veist, hvernig hlutirnir eru matreitir af þeim sem eru við völd, eins og ég held ég hafi tekið sérstaklega fram þegar að Bjarni Ben var fjármálaráðherra eftir hrun og sagði skuldastaða heimilina hefði batnað mjög mikið og það var bara eðlilegt vegna þess að það var allt fólki sem var búið að vera í 110% leiðinni og bara lengja í snurinu og svo var það heimt og misti eignir sínar og ég held að sko það voru svona 15% á leigumarkaði og þetta fór upp í 25% og auðvitað lagaði skuldastaða heimilina út af þessu öll þessi heimili eru gjaldþrota. En fátækum áttu ekki skulda. Já, og svo náttúrulega, fóru inn í Íbúðalánasjóð og svo allt í einu voru einhver aðstofamenn, einhver ráðherra sem voru orðnir eigendur og þeir voru komið, þú veist, hagnaðardrifin húsaleigufélög og fleira. Og það er svo margt svona, þú veist, það er hvernig þessi svona, sýndar velgengni, sýndar velmegun, svona sem er svo mikið á yfirbörðinu og þú veist, ég veit ekki, það er svona sko viðbótarpunkturinn við þetta er síðan sko að þegar ég kom með þessa gagnrýni í heita pottunum eða í þeim sem eru ennþá vinir mínir úr valdaelítinu eða háskóla intelligensíunni. Vilja vísa þið bara að vera svona einn í kalda pottunum. En allavega hvar sem ég gerði það kannski hér bara að þetta sé nú ekki svo frábæra árangur þá var dregið fram, sko hún náði nú inn skólamáltíðum og ég alveg bara, í kjarasamningsdeilu þar sem var verkalýðshreyfingin að berjast og sko börnin mín fengu fría skólamáltíðir í Skandinavíu fyrir 20 árum og eigum við bara að vera rosalega ánað að ná því núna. Já, þetta er samt sko, þetta sem er verið að lýsa áðan sko, þetta er hvort þú farir og standir við kröfu þínar og hafið þannig áhrif á samfélagið eða hvort þú farir í málamiðluna og sættir þig kannski við 0,3% árangur sem eru skólamáltíðir og eitthvað svona, þannig að þetta er bara ólík sjónarmið þetta er spurning taktík og hún er sannarlega málsvari þess að fara út í kompromi við auðvaldið. Hún er í ríkisstjórn með Valöll og telur það vera bestu leiðina og það er hennar ákvörðun og líklega þeirra sem að styðja hana. Á meðan að það eru kannski aðrir sem að telja að þú komist aldrei að nála því að geta breytt samfélaginu ef þú ert alltaf þarna megin sko. En þú ætlar að skjóta inn. Já, ég ætla kannski bara að segja að mér finnst samt líka svolítið með þessa svona intelligensi og þetta þau sem eiga að gagnrýna valdið að það er líka svolítið þessi svona stemning að það gagnrýna allir Bjarna Ben, Sjálfstæðisflokkinn og Framsókn og það er frekar auðvelt. Þú veist, ef þú hefur einhver gildi eins og jöfnu þá er ekki erfitt að gagnrýna þessa flokka og og það er svona oft eins og að þetta sé nýtt til þess að veigra sér að gagnrýna einhvern eins og Katrínu Jak og því erfiða gagnrýnin er á þau sem að
vilja umbreyta samfélaginu, vilja meiri jöfnuð. Og þetta svona, já, þú veist, þetta svolítið spurning finnst mér kannski þægindi og óþægindi. Það óþægilegt að gagnrýna fólk og ég meina ég finn þetta bara eins og úr feminísku baráttunni síðustu 10 ár. Það búið að vera ótrúlega mikið af innri gagnrýni, þú veist, sem sést ekki, þú veist, í opinberri umræðu. Svo meira eða ekki undanfarið heldur en áður? Já, það var alveg, þetta kemur bara í bylgjum, sko, bara ótrúlega mikið innri gagnrýni og vegna þess að femínísk stefna gagnrýnin stefna, þá bara meikar sens að vera með mikið innri gagnrýni og vinstri stefna líka gagnrýnin stefna. Þú veist, við viljum betra samfélag. En það svolítið stundum eins og það vanti svona að fara í óþægindin og bara vera einhvern veginn, koma með gagnrýni og reyna einhvern veginn að taka samtalið, sko. Og það hafi svolítið vantað akkurat á þessa ríkisstjórn sem búin að vera frá einmitt ýmsum sem að hafa kannski aðeins meira plattform heldur. En þetta líka umræðihefðin og þar sem að auðvitað, ef það svona málefnilega ágreiningur, að fólk verður persónlegt og verður fjandsamlegt jafnvel í þín garð fyrir að vera ekki sammála og ég veit ekki, ég held að séu nú sumar þjóðir sem eru með betri umræðihefð, bara eins og Bretar til dæmis og það sem meira hægt að fara í harðar umræður án þess að verður bara einhver vinslit og svo náttúrulega þessi smæð og ég meina ástæðan fyrir því að fólk segir ekki hugsin bara vegna þess að það hefur afleiðingar og þú veist, annars myndur þú tala og frjálst vegna þess og þó það sé kannski ekki augljóst að hafa afleiðingar að þú veist, og þú kannski í raun og veru veist aldrei að þetta bara eins og þegar árið 2000 kom og búið ekki alls konar ráðstafanir, við vissum ekkert hvort að eitthvað hefði gerst eða ekki út af því að þetta var allt svona bak við tjöldin og veist, þannig að fólk bara tekur þá bara kannski finnst þú mikið í húfi, vill ekki taka áhættuna, ákveður bara þegja frekar en að segja eitthvað eða tala þvert hugsin og að þessu leitinu til finnst mér þetta alvarlegt sko, og mér finnst gott að auðvitað Auður kom fram með þessa grein, ég menn hún var mikið hampa fyrir hugrekki og þú veist út af því að þetta svona undirliggjandi, fólk óttaslegið og finnst óþægilegt að geta verið bara málefnilegt. Það eiginlega sko það sem mest ógnveikjandi við þetta, ef við komumst út úr þessum kosningum og fyrir aðeins að horfa fram á veginn, sko, þó ég hafi mikla trú á, eða allavega í byrjun, á að leiðtoga hæfileikar MBA eða MEM eða hvaða gráða það var sem hún var með, nýja fórstinn okkar, í að leið okkur og unga fólkið og alla einhvern veginn og þá sem vilja ennþá gera prunið og ég held að nú að háskólarnir þurfi ennþá að fara aðeins í gegnum það. En sko, það sem ógnveikjandi fram á veginn út af þessu í raun og veru það að sko að Auður fær á sig svo svakalega gagnrýni fyrir þessa grein. Þú veist, að það eins og, sko það finnst mér eiginlega festa í sessi, já, nei, það má ekki vera með gagnrýna umræðu á Íslandi. Við kunnum alla gagnrýna hugsun og gagnrýna umræða á ekki upp á borðið allavega í elítu. En gengur þetta þá gegn líka bara svona ákveðnu góðsögn og við séum stjættlaust samfélag, þú veist að það sé ekki valdaþræðir, það sé ekki spilling, ég meina, ég fór að sjá einhvern veginn Íslandi utanfrá þegar ég var að vinna í Bosníu sem var 2010 var alltaf að tala um spillingu þar. Ég sagði, já, þetta nú bara eins og Íslandi. Þó ég lærði stjórnmálafræði og allt svona, þá var ég alltaf blind á eigin svona land og svo náttúrulega þegar að Transparency International kemur og segir það verið að breyta mælingum á spillingu út á spillingur frændikli á Íslandi, þú veist, nepotism og út af því að við vorum alltaf minnst spilta ríki heimi og þýli, þannig að það svona margt sem að eins og fólk vill ekki fara í eitthvað svona vill ekki fara samkomulag í íslensku samfélagi að það sé ekki til auðvald, það sé ekki til elíta og samtryggingabandalag líka. Það samkomulag að það sé eiginlega ekki til valda þræðir. Og ég held að það hafi afhjúpast þetta sem ég var að segja í byrjun með sem þetta afhjúpað, að nú mátti gera upp aðeins þessi 7 ár þessar ríkisstjórnar, að ég held að þau þar uppi í stjórnsýslunni, stjórnmálaelítinu og interlengensunni hafi bara ekki fattað að á þessum árum þessara ríkisstjórnar, náttúrulega út frá einhverju byrjun þannig en við einblum á það og eins og við margóft rætt hér við þetta borð en ekki í RÚV og elítumilunum að þá bara búin að verða gliðnun
En meðaltölin eru fín og við lítum út fyrir að jafnasta samfélag eins og við lítum út fyrir að vera minnst spillta samfélag. En svo bara þannig undir, heyrðu, það bara sko þriðjungurinn sem þarf að fara að fá matarmiða eins og Bandaríkjunum. Sýna sig. Þú nefndir vinstrið, það líka eitt sko. Og ef við horfum bara á okkar heimsluta, talandi uppgjör við hrunið og eitthvað fleira, þá eins og sko vinstrinu sé ekki að takast að endurnýja sig eftir hrun. Það leit á tímabili út með Corbyn og félögum og Bernie Sanders og svona, það væri að gerast. En síðan hefur einhver hluti vinstrisins, líklega kratanir, náð svona völdum og við sjáum það til dæmis í verkamannaflokknum þar sem að Keir Starmer sem verður líklega næsti forsætisráðherra Bretlands, gengur bara milli bols og höfuðs á róttækari sósíalistum í flokknum og bara rekur það burtu og það bara sláturtíð. Og sömuleyti hefur það verið það sama í VG, það hefur náttúrulega verið flótti frá VG ægilega bara frá hruni. Það eru stórir hópar sem fóru í hrunstjórninni og það bara eiginlega á hverju ári, ég bjóð til eitthvað svona lista yfir þetta, kom mér á óvart, ég bara googlaði, segir sig úr VG og það bara, listin bara, og það bara linnulaust fer fólk og þetta dæmi sem oft gerist í eiginlega saga íslenska vinstrisins. Það að þú með eitthvað flokk og svo færir forystannan til hægri þangað til að þeir sem eru vinstri sinnar ólíft í flokknum og þeir yfirgefan og þá þeir alltaf sakar að vera að kljúfa flokkinn þegar það raunverulega sko forysta sem alltaf að gera það og það það sem að gerast í verkamannaflokknum og það sem víða og við sjáum í Þýskalandi vinstri splundrað í Svíþjóð og Finnlandi og Danmörku og meira sem í Noregi til dæmis öryggismálin að fara mjög illa með vinstrið þannig að vinstrið mjög víða í bara finnur ekki einhvern veginn taktinn eftir hrun. Hægrið hins vegar virðist vera að gera það. Hægrið notar til dæmis þess að við erum búin að tala hér að benda á elítur og eitthvað fleira, nota svona ákveðna greiningu, ég meina ekki að einhver kannski vill halda þið fram á sér djúp, en hún kemur með einhverja rödd til þess að svara eftir nýfrjálshyggju ástandinu og vinnur alla kosningar. Ég meina vinstri á Íslandi, ef við tölum það sem vinstra megin við samfylkinguna, þá þetta gekk þetta ríkisstjórnarsamstarf vinstri grænna við Framsóknar og Sjálfstæðisflokk nú í 7 ár, gekk þetta bara frá því alveg og fekk ekkert fyrir það eins og hér hefur verið rætt, þar að segja pólitíkin. Það var gefinn afsláttur á allri pólitíkinni og það staðið með ráðherrum Sjálfstæðisflokksins í öllum þeirra spillingamálum og svo framvegis og þetta á að heita vinstrið okkar og ég held satt að segja að því þetta var ekki gert fyrir neina pólitík þá held ég að persónulegu metnaður Katrínar Jakobsdóttur að fá að verða forsætisráðherra hafi ráðið því miður meiru heldur en að gott var og þetta partur af því sem að gekk alveg frá vinstrinu hér, það bara tvístræðist og lítið orðið eftir á bak við vinstri græn og menn bara farnir eitthvað annað. Þannig að þetta var mjög óheppilegt fyrir vinstri á Íslandi, þessi ríkisstjórnarmyndun því miður. En nú náttúrulega þetta samfylkingin á flugi, ég meina eftir að Kristrún Frosta var kosin formaður og einmitt og svona forgangsraða. Hallgrímur Helgason var hérna, hann sagði ég hræddur að Kristrún verði næsta Katrín. Já, fyrst það nú eiginlega svolítið. Ég held að þetta sko, ég meina þetta að vinstri grænir skildu setja ímyndin og sköpun sína á persónudýrkun og Katrín Jak það sem að drepa þau akkurat núna og meðan við hvernig þetta með samfélkingunum þá ég ansi hræddum að það muni bara gerast eftir 10 ár sko. Þú veist, ég gæti trúa því að vinstri græni mun ekki ná inn í næstu kosningum. Já, en þetta spurning og það setja, þú veist, líka bara vegna þess afsakaði takja þér orðið. En þú veist, ég var að taka þér orðið. Ég átti að afsaka. En þú veist, fyrir mér allavega gengur vinstri út á kollektíft hópamyndun að það sé margir í hreyfingunni og svona persónudýrkun og að allt einhvern veginn liggi á einni manneskju. Sterkimöðurinn. Já, þú veist, ég meina, mér finnst þetta ekki samnumast hugmyndafræðinni í fyrsta lagi, en svo held ég bara að þetta virki ekki sérstaklega vel fyrir vinstri pólitík og ég held að vinstri grænir muni bara falla af þingi og ég held að
að ef að þetta gerist með Kristrúnu að hún verði næsti forsætisráðherra okkar, þá muni nákvæmlega sama gerast eftir 10-15 ár. Ég er bara svona vara því ég veit úr samfélkinga en það eitt í þessu að það sem kannski samt sem áður liggur að baki þessi forgangsröðun. Nú búið að gefa út auðvitað og í samráði við fólk út allt land og vinnuhópar í tengslum við það. Búið að gefa stefnu í heilbrigðismálum og samgöngumálum og atvinnumálum, vinna í húsnæðismálunum og það verið að undirbyggja þetta, þú veist, að skoða nákvæmlega alla þessa grunninnviði, hafa stefnu, við koma með lausnir, ekki bara að tala vandan, þannig að það liggur, og þó að hún sé náttúrulega auðvitað formaðurinn eðlilega, þá alveg rosa mikið af fólki á bakvið þetta allt saman, bara út allt land og það náttúrulega, en það auðvitað alltaf hætta á svona og foringjaræði á Íslandi hefur alltaf verið rosalega mikið. Davíð Oddsson, hann var nú einhver að birta auglýsinguna hans þegar hann ætlaði að fá sér forsetaembættið og bara mestu reynsluna og allt því líkt og það sem ég finnst kannski líka bara alvarlegt við stjórnmál á Íslandi, það þetta að við erum ekki með fjölskipa stjórnvald, við erum með rosalega mikið ráðherraræði. Þarna hefur þrifist því miður mjög mikil spilling, aðgangssérhagsmunahópa, einstökum ráðherrum og þetta aðeins búið að breytast núna með samráðsgáttinni, það byrjað skiluru að fara inn í samráð bara við frumvarpsdrög og því líkt, en það sama og núna finnur maður heyrir mjög mikið, en Katrín Jakobs var bara forsætisráðherra, þetta var á ábyrgð þessa ráðherra, hún eða hann bara ábyrgð þessu, ekki hún, þegar var verið að segja hún bæri ábyrgð á gjörningum ríkisstjórnarinnar. Þannig bar hún aldrei ábyrgð á neinu. Nei, þannig að við þurfum kannski bara aðeins að skoða stjórnkerfi okkar. En Anna var öðrum að kenna. Og Guðrún Hafsteins dómsmálaráðherra hefði þá bara getað skipað Bjarna Benediktsson hæstaréttardómara ef hún hefði viljað að því að við erum með svona óljós mörk á milli valdsvega en hann langar kannski frekar að fara til Washington í sendiherrastöð eða þú veist, hvað veit maður en þetta líka komið inn í stjórnsýsluna þegar við sáum núna við þessi ríkisstjórnar hálfskipti þegar Bjarni Benediktsson tekur við og það hefði nátt að koma ef þetta verið ný ríkisstjórn að koma ný fjármálastefna held ég en það alls konar svona silt á milli en hvort þetta var nýtt hvað sem það heitir orðið nýtt ráðuneyti Bjarna Ben og þú veist nýr sáttmáli til stjórnarsáttmáli skiptingi, heyra jafnréttismálin undir hann í forsætisráðinu ennþá sem að gerði allt þetta var svona að drífa sig gegn svo hann geti fengið þennan stól til að undirbúa fyrir kosningar ef að það var en ég var að spyrja vinstrið það sem ég ætla að segja þar að síðan eru aðstofamenn þegar ráðuneytisstjórnir aðstofamenn ráðherra hálfgerðir og flytjast með þeim og þetta grefur allt undan því og þetta einhverju leiti arfleið út úr þessum stjórnarháttum ríkisstjórnarinnar sem var vinstri tengingi með þetta en ég vildi líka taka inn að því þú byrjar að tala þetta út frá útlöndunum þetta rosalegt, ég var að koma hana frá Berlín það var aðstöfnu, þetta rosalegt og það eru Evrópukosningar núna svona umbyltinga óöryggis Það eru nú græningjarnir sem spretta upp úr baráttunni gegn kjarnorku 1980 orðnir sturlaðir hernaðir sinnar. Þannig þú veist, ég bara meina að benda á þetta ekki bara hér, þetta allt og verða jáfnvel þar með öfgahægri flokkana. En þú veist, ég held með eins og með þetta foringjaræði og líka bara með í raun að veru markasvæðingu stjórnmála, þú veist, sem bara síðustu áratugir, þú veist, þetta hefur verið svo ótrúlega markasvætt. Ég held að passi ekkert sérstaklega vel við vinstri pólitík. Ég held að það sé svolítið vandamálið. Þessi strætóskýli þarna. Ísland á öfluga forystukonu. Já, einmitt, þú veist, ef að maður meira hugsa bara að hafa hópinn og það sé lýðræði í hópnum og málefnin, að þú veist, það ekkert svo auðvelt að markasetja þetta í fyrsta lagi. En svo náttúrulega líka bara flóknari stéttarbreytur sem maður sér rosalega mikið, eins og með Jeremy Corbyn, þú veist, hann var svo rosalega það var svona fólki svo ég, svona mentað millistétt sem að einhvern veginn ásamdenga pening sem að fílaði hann á meðan að þú veist að það rosalega mikið að fátæku fólki í Breitlandi og það var einhvern veginn ekkert að kaupa hann og þú veist þannig að það bara einhvern veginn gjá á milli stétta. Ég held reyndar að það fólk, hann hefði átt erindi upp í norðurhjörðinni í Englandi
En þeir sem að stýrðu kosningabaráttunni voru unga mentafólkið í borginni sem að taldi að þetta væri sín bylting og taldi hún gæti gert byltingu án verkalýðsins sem að alveg stjarnfræðilegt rugl í sósíalískri hreyfingu. Ég er bara að segja, ég kem úr þessum hóp og ég sé þetta vandamál og þetta er einhvern veginn vandamál, það er einhvern veginn vandamál að fólk kann ekki lengur að vera vinstri sinnað. Sorry, ég segi þetta. Ég er bara búin að segja, einhvern veginn, það að senda barnið sitt í einkaskóla eða einkaleikskóla, það er ekki vinstri sinnað, en það er samt allir sem eru vinstri sinnað að gera þetta. Og það er svona alls konar svona hluti. Einkavæðing er bara svo orðin svo stór hlut af sálin okkar að við föttum einhvern veginn ekki að þetta er kannski ekki almennilega vinstri sinnað. Og þessi blerismi sem var og kannski eimir ennþá af og ég meina eins og til dæmis mér svo áhugavert eins og jafnastefnu þá náttúrulega skipti borgarskipulag gífurlega miklu máli. Hugmyndin er að hafa blanda byggð, einbýlishús, raðhús, blokkir, allir gangi í hverfaskólan og svo aðgangur að menntun og þar er félagsleg hreyfanleikinn og þú hittir bara fólk að mismunandi stétt og stöðu og þvíumlíkt. Og nú til dæmis, ég meina á vakt samfylkingar og fleiri, í borginni þá hafa hverfin orðin meira einsleitt til dæmis. Og það þarf að vera svo vakandi til þess að þetta far ekki bara, þetta er orðið svo normaliserað eins og segir og það þarf bara að standa vörð og þetta eru rosalega dýrmætt og mikið verið þjóðagersemi svona jöfnur vegna þess að eins og vorum að tala eins og vinn minn sagði eins og stundum að vaksa fallegustu blómin í versta skítnum og mér að faðir tölfræði sem ég rætti nú eins og við Stefán Einar og normaldreifingu er að þetta var Newton og það var og einhverjir svona félagar hans þeir hugsuðu, þeir komst eiginlega að því ef þú ert með nógu stórt mengi þá er það normaldreif, eins og fjölskyldumengi flestir eru svona bara meðalmenn svo eru frávik, það eru svona snillingarnir og afreiksfólkið og svo bara þau sem eru reynilega mjög vitlaus og svona þvíumlíkt og þannig að þú veist aldrei hvar hæfileikarnir liggja bara svo framlega sem út af því allt er normaldreift og þess að fara að jafna aðgang að menntun og þeir eru talsmenn þess vegna þess að það er ekki bara þau sem eru með silfuskeið menni sem að vakna og hann gerði rannsóknir á fólki sem að skilgrensa afbara fólk og þeirra börn, 33 þeirra börn urðu svona framúrskarandi og 9% barnabannana og þá var hann talsmaður þess að jafna aðgang að menntun og þvíumlíkt og þetta er bara einhvern veginn skiptir rosalega miklu máli að minna sig á þetta. En við erum komið með svona öfuga normaldreifin kurvu að það er svo mjög stór svona efri stéttar elita sem hefur það sæmilega gott og bumberi starfsmenn á góðum launum og í klíkunni og business og kostar ríkissjóð. Það hefur aðgangað umræðinu það er bara eins og við erum hér. Og svo hinum einn 20% innflutt vinnuafl sem sér að byggja, sér ferðamennina, sér elliheimilinn og talar alla tungumála því við setjum saman krónutölu í íslensku kennslu eins og áður en segjum alltaf þau verða samt að læra þannig að þetta er bara ég segi ekki að hún sé orðin öfug en það er búið að fletja þessa kurvu einhvern veginn og íbútt á jaðrana þetta er alveg ótrúlega þessi held ég að hafa komið eins og óvart og mér finnst þetta að vera svona upplifun eins og fyrir 8 árum 2016 var sjokkið í kosningum bæði Brexit og Trump og ég held að menn hefur farið þá að gera öðruvísi kannanir en hér eru við einhvern veginn núna við höfum eftir að sjá gögnin ekki að fatta að samfélagsmiðlanir og unga fólkið kannski var það sem svingaði nýja fórsetanum yfir Þetta er áhugavert sem við erum að byrja á en við verðum bara að taka það fyrir aftur þau eru mjög skemmtilegur hópur að ræða við kannski bara það ykkur aftur til þess að ræða svona jöfnu Við verðum að tala í næsta þætti félagshunangi sem auður komið í gær það ég googlaði það ég fekk bara eitthvað efnanlaug og félagsliða félagið kannski er þetta nýyrði þetta er frábært nýyrði frá skáldinu það er ekki félagslegt hunang ef eitthvað vildi slá fólk verður að lesa pistilina Rauðar og hlusta á hana hér á Rauðaborðinu í gær og síðan, ég ætla ekki að koma með harðstóðundu skilgreiningu því ég googlaði þetta fyrir þátti mér finnst þetta svo frábært hugtak hjá henni í gær en þetta er held ég svona leiðin sem að listin getur björgað okkur út og frábært þessna þegar þó sé náttúrulega svakalegt að skáld þurfa að fara að vinna fyrir sig sem blaðamenn til að hafa efna á leigunni en frábært þegar að það kemur inn og hræðilegt þegar það er síðan barið niður
með strámanni og persónulegum árástum þegar hún í raun og veru bara að greina samfélagi. Stundum við kalla þetta hérna við rauðaborðið félagslegan galdur sem að prófessor í háskólanum notar sem kannski það sem við þurfum að hafa augun á því að við ætlum að byggja upp samfélag þá verðum við að byggja það upp frá einhverjum svona raunverulegum félagslegum verðmætum sem límir sem er svo erfitt að sitja á strætóskýli þennan boðskap því miður. Og við verðum að hafa augun á henni raunverulegu lágstétt sem að hér hefur nefnt sem erlenda vinnuaflið sem að heldur öllu upp og vinnur hér hvergi representerað og hvergi að tala neitt. Við fljótum öll hérna og höfum það gott. Þannig að það vantar dálítið upp á það. Besta leiðin til að bæta samfélagi að bæta stöðu þeirra sem standa verst. Það kjarni sósíalismans og sem er mælt fyrir hér. En ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Nanna, Björn, Ásgeir Brynjar og Magnea, kæra þykir. Ég sit hins vegar hérna áfram og held áfram að reyna að skilja samfélagi sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt með að ná endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.